Góðan daginn. Já. Maður skoðan hennar aldrei að það vísar með lesklíðurinn. Fyrir þá sem ekki þekki mig, þá heit ég Arnar Olsson og einn af 3 eigendum Stálfélagsins. Ásamt mér þá Einar Gíslason og Heimir Fannar Gunnarsson sem eiga Stálfélagið. Ég uppalinn hérna á Akranesi og vann hér í þónokkuð mörg ár, meðal annars í Þorgeir og Eilert á Rammarsstaðinu. Síðan flutti ég til Reykjavíkur og endaði svo fyrir rest í Danmörku, þar sem ég fór í nám og lærði verkfræði og með sérhæfingu í iðnhönnun við Háskólann í Álaborg. Kom svo hérna heim 2005 og fór að starfa hjá Marel og hef starfað þar sem vélahönnuður og iðnhönnuður síðan. Stálfélagið, það má segja að saga þess tegis aftur svona cirka 4 ár. Þetta byrjaði allt saman á því að Einar var með hugmynd í kollinum einhvers konar festingu á sólpalla fyrir vind- og sólhlífar. Og hann var búinn að velta þess aðeins fyrir sér og langaði að útfæra þetta á eitthvað skemmtilega máta. Og hann hafði samband mig og við fórum að skoða þessa hugmynd og velta þessu fyrir okkur. Og þetta vatt upp á sig og úr varð vörumerki Donk. Og svo kom Einar með fleiri hugmyndir sem að pössu inn í þetta og þetta var meira og meira og í dag vörumerki Donk selt í 3 löndum og framleitt af Stálfélaginu. Til að ná ákveðinni hagræðingu í framleiðslunni á þessu þá var leitað því miður út fyrir landsteinana og við fundum fyrirtæki í Pólandi sem heitir BTH og þeir hafa leysiskorið og unnið parta fyrir okkur í þessa framleiðslu í yfir 3 ár. Á þessum tíma þá hafði Einar samband við Heimir til að aðstofa við markaðsmál og sölu á Donkvörunum og það hefur gengið alveg ljómandi. Sumarið 2012 þá settust við 3 niður saman og ákveðum að stofna Stálfélagið. Og tilgangur var fyrst og fremst að bjóða upp á leysiskurð og beygingar á stáli á hagstæðu og góðu verði og með góð gæði. Það þannig að það eru bara 3 iðnaðarleysarar til á landinu eftir því sem ég best veit. Marel á 2 og Geislatekna á 1. Þannig að það ekki mikil aðgangur fyrir fyrirtæki á landinu að leysiskurði. Og já, við gerum samning við BTH varðandi leysiskurð og beygingu og erum komin nokkuð góða reynslu af þeim í gegnum Donkið og það hefur skilað sér vel. Nú síðasta haust þá hófust við handa við hönnun á makrílslítara fyrir smábáta til makrílveiða og það var haft samband við félag smábátaeigenda og þessi búin að kynntur undir vörumerkinu Strip. Þegar nægur fjöldi kaupenda var kominn þá hófum við framleiðslu og hefur þessi búin að vera í allmörgum bátum síðasta sumar með ágætis árangri. Núna höfum við klárað hönnun á næstu kynslóð og erum tilbúin til þess að fara að selja hann fyrir næstu vertíð. Við höfum einnig verið að hanna svolítið mikið af eigin vörum og erum með fullt af hugmyndum og það ýmislegt tilboð og annaðar á teikniborðinu og meðal annars höfum við hannað upplýsingaskilti fyrir veiðiár og vötn og svoleiðis. Einnig erum við gríðarlega vanda og sterka jeppakerru úr ryðfríu-stáli, það allt úr ryðfríu stáli í okkur, það miklu uppáldi. Og við endurhönnum blaðakassa fyrir ljósastöðra fyrir dagblöð. Við vorum konum með litla hillu fyrir sjampó og sundskilur í búningskleði aðstöðu sundlauga því að okkur fannst mikill skortur á því og einnig ýmislegt annað sem á prjónunum sem kemur síðar. Við höfum sett okkur í sambandi við ýmis fyrirtæki sem í framleiðslu á tækjum úr ryðfríu-stáli og kynnt okkar þjónustu og allir sem við tölum við eru mjög áhugasamir og jákvæðir og nú þegar eru konum með nokkra viðskipta henni. Okkar markmið að bjóða upp á hagstæð verð og góða þjónustu og góð gæði á leysiskurði og beygingum á ryðfríu-stáli. Við erum með aðsetur og aðstöðu hérna á Akranesi og einnig erum við með heimasíðu stálfélagið.is sem hægt að kynna sér. Og svona framtíðarmarkmið eru náttúrulega að geta verið með sem mest af samsetningu og meðhöndlun á tækjum og efnum hér heima og hugsanlega í framtíðinni að geta jafnvel skorið en það svona háleitari markmið.
svo svona, já, hverjir eru þessi BTH? Það stór dreifingaraðili á stáli á pólskum markaði og búin að vera það í yfir 20 ár. Þeir eru með 5 leysara og 4 beygjuvélar. Þetta nokkuð stórt og öflugt fyrirtæki. Þeir eru með vaskurvélar líka. Og þeir eru staðsettir rétt fyrir utan Kraków í Pólandi. Þetta ISO-vottað fyrirtæki og leggur mikið upp á gæðum. Og fyrir þá sem ekki þekkja leyserskurð og hvað það og hvað þetta að gera við þetta, þá eru margar aðferðir til þess að skera og klippa stál. Það þetta að klippa, það þetta að lokksjóða, það þetta að skera með plasma, það þetta að vaskera, það þetta að leyserskera og ýmislegt fleira. Leyserskurðurinn gríðarlega nákvæmur og gefur mjög góðan og sléttar brúnir. Og þetta mjög, já, svona, hvað maður segja, hátæknilega aðferð, þannig að þetta gefur mjög gríðarlega góðar vörur. En ég sé að tíminn búinn, þannig að ég þakka bara fyrir.